Hvernig stóð þið að fórst í leiklist? Það nú mjög skýr saga til það. Ég var látið leika á Litlu Jónu 9 ára gamall í litlum leikþætti sem hétt Vasaklútar á móti Helga Þorláksinni. Og ég var algjörlega heillaður af leikhúsi eftir það. Rúrik Haraldsson var giftur frænku minni og ég fekk að fara ókeypis á efstu svalinnar Þjóðleikhúsinu. Að fræg saga, sko, ég var amma bjó á efri hæðinni og við á neðri hæðinni á ljósaleikunni. Að ég kom niður til mömmu eftir að vera að spjalla við ömmu og sagði, mamma mín, það lítur nú ekki vel út með framtíðina mína. Hvað? Ég var 10 ára. Ég verði nefnilega örugglega alkohólisti. Akkur séu það? Nei, því að eina sem mig langar að vera er annarkvæmt að vera leikari eða tónlistarmaður og þeir verða vist allir alkohólistar, amma segir það. Já. Þetta var það. En þú byrjar sem 9 ára að leika? Í skólaleikritum. Svo verið í skátan og þar var eitthvað sem hétt skátaskemmtun og þar var ég á hverju ári og Já, þetta var, ég kom mér alltaf inn í leiklist í allum skólum og svo sótti ég bara svo var ég svo heppinn, Helgi Skúlason bjó á Óðinsgötunni beint á móti Glitt hjá pappa og hún fannst pappi vera svolítið mígalegur á velli og hann fekk pappa sem statista í eðlisfræðingana til að vera svona vaktmaður á geðveikahæðinu sem leikrit eðlisfræðingar gerast í. Og pappi var þar í hjúkrun og búin ekki á svið og þarna kynntist hann allir þessum leikfélagsmannum. Það var til að segja ég sótt skólan hjá leikfélaginu. Já, en ég var ekkit alveg viss því ég byrjaði samtímis sem sko nemi í leikmyndagerð hjá Steinþóri Sigurðssyni, þannig þetta var eftirmyndags- og kvöldskóli leikskóli hjá leikfélaginu, þannig ég vann alla daga við að gera leikmyndir með Steinþóri. Já. Og þú hefur gert fyrir leikmyndum? Nei, ég hef gert það út í Svíþjóð þegar ég verið leikstýri út í Svíþjóð. Ég fekk mér að segja velun sem besta leikmynd ársins í Malmö 1996. Það var Kísbergarinn. Það var alveg feikilega skemmtilegt að gera það. Já. Það var alveg sko þá þessi glæsileiki svona gamals höfðingjasettur sem niðurnýtt þá var það orðið þannig að öll hótel voru hætt að vera með silfurhnífapör, allt kom í stálhnífapör eins og grunað með þessi rótgrónu hótel í Svíþjóð þau ættu þetta silfur einhvers í kjallara. Svo við fórum á stað og tölum við hótelum, fengum bara lánað og ég gerði heilu vegginn, gerði net og svo leti krakkana víra bara heilu vegginn, hnífar, gaflar, skeiðar, já, það kom aldrei vel út. Flott. Áttu myndir af þessu? Ekki hér, nei. Nei, þetta er örugglega til í leiklisskólanum í Malmö. En svo ferðu til leikfélags Reykjavíkur eða eitthvað? Já, ég læri hjá leikfélaginu og ég byrjar að leika þar í sýningum meðan ég er ennþá í skóla, sko. Já. Og svo ég bara leikari hjá leikfélaginu fyrstu 10 árin mín ég byrjaði 63 í skólanum, 64 ég komin inn í eitthvað barnaleikrit og svo ég bara fastur á sviðinu inn og þannig til að fyrsta sem ég geri sem leikstjóri að Kalli Gumm, hann þýddi Morðið í Dómkirkjunni T.S. Eliot og leikfélag ákvaða að leiklesa í Neskirkju jólin 74. Það kvennakóriði með svona ritmum og Kalli vildi endilega ég myndi leikstýra þessu því ég hafði mikið verið að spjalla við hann textan og þurfti alltaf svo mikið á því að halda. Hvað ég gerði og það var til þess að Vigdís bað mig að setja þá upp leikrit næsta ár sem var kvennaárið 75 og það átti að vera þingkonnar eftir Aristófanes sem setna kom í Þjóðleikhúsinu. Það kom aldrei neinn þýðing og ég átti að vera að byrja að æfa og það var bara desperat og Vigdís að ef þetta er katastrófa þá er þetta þín katastrófa, þú verður að bjarga þess einhvern veginn og ég stakk og ég var búin að kasta í leikritið með 6 konur í kvennakór og svo 3 aðal kallpersónur í leikritinu.
þannig ég ákvað að setjast niður, ég stakk upp á að við myndum vinna í hópinu, eitthvað verkakonur í Íslandi, hvern árið, nei, þau höfðu ekki áhuga á því, þannig ég settist niður í sumarfríinu, sagði ég bara píni mig að reyna, ég hefði ekki fristjús, ég hefði þetta saumastofu og satt, eftir svona 4-5 daga þá var ég bara að byrja að skrifa og eftir 3 vikur var ég búið með leiktið og tónlistin og allt, saumastofan og það var sá success að vera í 3 ára sviðinu og af því að það gekk svona vel þá eitthvað að ég satt inni með alveg tilbúin farsa sem ég skrifaði í beinu framaldi og ógeðslega satíru fyrst týndu teskiðin og síðan þessi farsi sem heit Blessa barnalón og þetta var ég komin hvortvekja vorið 76 þegar Ragnarsson minn að fæðast og týndateskiðin fór upp í Þjóðleikhúsinu Blessa barnalón á vegu leikfélagsins í Austurbæjarbíó og saumastofan í einu og þetta var allt í gangi í 2 ár þannig að þetta var ágætis byrjun sko. Já, rosalega byrjun og svo framhaldið svo bara, svo kom næsta ár þá kom snjór í Þjóðleikhúsinu og Jói inn og ofvitin inn og skilnaður inn og landbínsföður djöflaginn. Ég langar að heyra aðeins landbínsföður sko, eitt hérna að Leikfélag Reykjavíkur hefur verið rosalega duglegt að setja upp söngleiki og verk og gefa það út á hljómplötum. Það finnst mér alveg magnað sko. Ekki, Þjóðleikhúsið gerði þetta aldrei. Nei, Þjóðleikhúsið hafði alltaf svona, þá tilfinningum sjálfsig að það veri og fínt fyrir þau verkefni. Við aftur á móti ég vinn allavega mína hundstíð eða þangað til ég hætti hjá leikfélaginu sko í leikfélaginu og í stjórnin og náttúrulega verði að leikstjórnin frá með saumastofunni innkoma leikfélagsins varð að vera yfir 50% af kostnaðin sem við kemum með þessu kassan meðan Þjóðleikhúsið með bara þarf ekki með 20% úr kassanum sko og þannig að við urðum að vera með gangstykki alltaf það var krafan gangstykki var ofboðslegt dræfi eins og ég var í miðjus kafi að skrifa Jóa, þá var leikfélagið alveg að fara á hausinn þegar saumastofunni gengið út, Blessa barnalónni gengið út og gengur ekkert og ég sting upp á því okkur veitist farði ekki Ólaf Haug til að gera leiksýningu upp úr ofvitanum geggjað efni, ofvitinu fyrir Þorberg og hún talaði Ólaf Haug og Ólaf segi, nei það er ekki hægt, hann er alltaf að tala við sjálfan og hann er alltaf að tala við sjálfan heyrðu, ég geri leikritið þannig það er höfundurinn sem er að skrifa bókina sem er að tala við sjálfan sig sem ungar stúdent sem að Þorbergur 42 og 1911 bara að tala saman allan tímann og ég hendi fram í Jóa rubbaði ofvitanum upp á 1 mánuði og talaði allan þá sko, ég hafði alltaf gert tónlist sjálfur en þegar allt inni með ofvitan sem gerist aldamótin 1900 þegar ég hef ekki tónlistarkunnáttu í að gera þessa tilfinningu fyrir aldamótunum í tónlistinni fæ bara besta tónskáldi sem mér finnst vera að hafa gert fyrir leikhús allir hafi gert Dimmalim og annars svona alveg fágæti fallegt sko þó að maður svona uppbrotin og mikil móternist að skrifa fyrir symfóníuna þá skrifaði hann mjög melodist og fallega fyrir leikhús og þannig hófst okkar vinna okkar ætlaði ég bara að koma gera fyrir ofvitan og þau eru svona alls konar skringileg ljóðin sem ég valdi inn í en ég vildi sko þegar ég var að klára ofvitan þá finnst mér sko þó hann skrifið það í mjög háðskum tóni hvernig var bankað upp á hjá hann það sem hann var að svelta sig í hel upp á loftinu hjá Þorsteini Ellinsinni í Þingolstrætinu þá kemur maður og bankar upp á og spyrir hvort hann ekki komið sér göngutúr þetta er erlendur í unnúsi ef hún ekki að labba heim til hennar móður minnar ef hún ekki að handa okkur á móður minni ekki eitthvað handa okkur að geta og þetta er svona lýsingin er eins og hann komið bara úr helvíti og hann sé bara leiddur inn í himnaríki það er bara Jesú Kristur og María mei þetta var svona enda tilfinningin og ég sagði að verðum að hafa eitthvað svakalega fallegt en eitthvað svona sem rýmar við þessa tilfinningu svo óskaplega væntum þykir Þorbergs til erlendar og og ég leitaði í textunum hans hvort það væri ekki einhver staðir eitthvað þetta er allt bara einhver svona spísfinduheit og brandarar en svo var
ammali stiktur til Efemíu Voge sem 52 erindi og ég rótaði mig allt í erindi 41 og 42 í skóla verður holti hátt, hugur skoppa núna, það var langum leiði dátt og kalsamartna trúna. Búm, þetta það. Allir, þessi 2 erindi minningu skóla verður holti sem að leikandi gerist alltaf á. Komdu nú með eitthvað sem hittir í mark. Viltu svona eyrnaorm sem festist í eyranu? Já, ég vil það. Og það kom lagið Ofvindin í skóla verður holti. Já, gaman þetta. En já, en svo Land míns föður. Hvernig gerist það? Já, hvenær gerast það og passaði það inn af því að þetta stríðið? Kveikjan að Land míns föður var það að afi og amma þau bjuggu á selinu í Skaftafelli sem núna torfbær sem upp í brekkunni í Skaftafelli í Jörðum sem að þjóðminjasafnið varðveitir baðstofuna sem mamma fæddist í, mjög fallegt. Amma var prestdóttir, kom í Öræfin 15 ára gömul, tekin úr kvennaskólanum, eiginlega hálf nauðug og hann misti vitið, hann afi mig sem var prestur þarna fyrir austan þá bara, ég sagði einangruð sveit, ein lítið stúlka, þannig að hún rástfangin af einhvern strák Jörðunum sem afi minn og festist sem húsfreyja þarna í þessum moldarkofa í Skaftafelli og var alltaf með drauminn að fara til Reykjavíkur, hann vildi það ekki, svo loksins fékk hún hann með því að senda mömmu í Vestló til að læra, einhver í fjölskyldu, þetta náttúrulega kreppborunum og þegar mamma búið með Vestló, þá loksins hafði þau kjarkið að flytja til Reykjavíkur, pakka sínu saman, leggja á stað til Reykjavíkur 30. ágúst 1939, fara yfir Skeiðarána, hreppa mikla rigningu, þannig að þau komast ekki yfir Núpsvötnin og Hannes á Núpstað er hinum megin við ána og ætlar að gæta þau yfir, segir nei, við verðum að bíða, tjálta á sandinum, 2 dögum setna kemur hann, þá komast þau yfir Núpsvötnin, koma heim á Núpstað og frétta að sér komin heimsstyrjöld. Þau koma bara beint úr bara búskaparháttum eins og Egill Skallagrímsson ólst upp við. Mamma sá bíl fyrsta skiptið þegar hún var 13 ára. Síminn kom til þeirra þegar hún var 10 ára. Nei, 10 ára, 31. Og bara beint í stríðið, Og herinn kominn og amma búin að setja fyrst inn chipshoppu, til þess að eignast húsið á Ljósálaugu 32 þar sem við búin að vera síðan að fjölskyldan. Þannig að þetta var svo sterkt ein systirinn, hún var með Amerikana, önnur giftist kommunista, pappa mínum. Þannig að ég veist að þetta svo mikill pottur, ég langar svo, en einhvern veginn þá fannst mér að saga minna fjölskyldu var svona einslitt persónulega, ég vildi hafa meira dæmisögur sem að virkilega tækja allt stríðið frá öllum hliðum, þannig að þess vegna var til önnur fjölskylda þegar ég skrifaði leikriti síðan. Þannig að þú skrifar býr til fjölskyldu? Já. Býr til fjölskyldu. Og þetta er stríðið? Algjörlega, það byrjar á trúlofunarveislu hjá ungu pari en nóttina þá hent flugmiðum yfir Reykjavík og herinn kominn og hún lendir í leikritinu, þá setja þær þvottahús til að þvoa hermannunum, amma settur fyrir sin chips og svo nýtrúlofa verður ástfangin á hermanni og ófrísk og hermann síðan drepinn í Afríku, sögutræðurinn hérna. Var þetta vinsælt? Þetta var svakalega vinsælt, þetta var í 3 ár. Var það eldra fólk sem fór eða var það? Bara allir. Já. Því mér finnst eða fyrir einhverju síðan fannst mér alltaf eins og heimstyrliti væri einhver svo fjarlæg fólki sem kannski 30-40 Já, nei, í þessu tilfelli þá var hvernig örlaga saga fjölskylduna minnar verður stór, þá var þetta mjög nærri mér og þau náttúrulega trúlofast í stríðinu pappa og mamma. Ég fætti 45. Ég var að reyna náttúrulega að hafa bæði gaman og svona, og svo náttúrulega paradoxin að við erum hertekinn og hersetinn og varum sjálfstæðum leið. Á sama tíma. Já, og það var einmitt, ég setti heimspekileg samtal milli tveggja, hvað verður maður sjálfstæður ef kemur hér frá útlöndum? Svona,
það samtal áttu þau saman á sviðinu í 3 ár sem litli krakkar sko, Ragnar Kjartason og Unnur Ösp Stefánsdóttir sem núna er okkar besti leikstjóri var að gera til dæmis Vertu Úlfur í Þjóðleikhúsinu hún Unnur. Já. Þú fer semst í leikhús? Ég fer náttúrulega á allt ef ég get sko. Konan mín er nú í stjórn leikfélagsins, Borgarleikhússins og svo náttúrulega. Hvernig varst þið Vanja frændi? Mér varst það bara 50 ámdildi, mjög annað. Mér varst leikmyndin æðisleg. Já, þetta var mikið í þeim anda, sko ég náttúrulega talandi Tjekhov, ég var þess þegar gæfu aðnjótandi þegar ég er búin að setja upp minn ferill í leikhúsunum í Ísland var alltaf það að ég átti að koma gangstykki, komdu með eitthvað sem gengur þegar ég var búin að gera Djöflaugina sem var algjör success út í Skemmu þá sagði ég nú má ég gera sem ég vil langar að gera, ég vil gera Hamlet það gera ég nú og svo þegar ég var búin að gera Frú Reiðunar í Borgarleikhúsinu með KK í músikinni þá sagði ég, nú vil ég fá að gera Tjekko og þá gerði ég 2 Tjekko-sýningar Platanov og Vanja frænda í sömu leikmyndinni af því þetta var sömu leikmynd á öllum Tjekko-leikmyndunum og leiklistarskólinn í Malmö kom í ferðalög til Íslands, sá þessar sýningar og var svo hrifinn þeir réðu mig sem prófessor með Tjekko sem hafa náherslu og Svíar kynntust því að ég var að segja frá Kirsubergarðinum með hnífabrúnum að eftir þetta það var mér alveg stanslaust boðið að setja upp og ég var í 7 ár á hverju ára að setja upp Tjekko í Svíþjóð, mér aldrei boðið neitt annað í Svíþjóð en Tjekko, þar var Klissjan þetta er Tjekko-leikstjóri, hér var Klissjan hann á að gera sögsisýningar og búða þetta sjálfur. Á loftinu hjá þér sá ég nú Einar Kárásson fylgja Grettisögu. Já. Það var frábærlega vel gert hjá honum. Já. Og það væri frábært ef það væri til, en það er vantarlega ekki til. Það er 30 ólík leiks, ég tek ekkert að þessu upp. Ekkert. Af hverju ekki? Ég bara hef ekki hugsað út í einu. Hann er að koma til mér núna í október með Stormfugla. Já, ég meina hann flyttur Grettisögur. Já. Og ef það er ekki til svo deyr hann, þá er það bara horfið. Já. Það er eins og það aldrei gerst. Sko ég er búin að ég er náttúrulega elst upp við þann hugsunátt, ég er alltaf að gera leiksýningar sem er ekkert verið að dóka hvar eru allar minni leiksýningar það er kannski þetta og svo minningi Saumastofan er að plötu Dansinu föður er að plötu og hann er við byggjum leikhús þú átt nú þátt í því. Já, það er algjörlega mín hugmynd og við bara settumst 3 niður og gerðum texta. Og þetta er til að plötu. Já. Og svo Grettir. Já. Sem við ætlum að fara að tala um núna. Já. Er það ekki? Jú. Grettir. Já, það var bara stórkostlega skemmtilegt að vinna það verk. Og hugmyndin að búa til söngleikur Grettir. Já. Er það frumhugmyndin? Það er frumhugmynd sem Óli Haukur á. Sem hann kemur með hana. Já, og hann kemur, sko ég kem ekki að Gretti fyrir bara, ég frétti það þeir sem búin að kasta mig í aðalhlutverkið. Það er bara Óli Haukur og hann fær Þóraðan Eldjárn með sér og Egil Ólafsson. Já. Og þeir gera, svo er bara, hafa þeir samband í leikfélagið og bara upp með þetta í Vesturbæðarbíó, innar og lítið. Já, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem sett einhvað upp í Vesturbæðarbíó. Nei, við vorum alltaf. Mestmegnis vorum við, sko ég kemur út úr leiklistarskólanum 1966 en við byrjum við fyrstu húsbyggingasjóðsýninguna 1967 til að safna peningum fyrir Borgarleikhúsið. Já, í Östurbæðarbíó. Já, og þar bara þá gáfum við alltaf vinnun okkar. Þetta var bara frá 67 til þá ég var bara, þegar ég kom með þessa hugmynd sem ég nenn ekki þessum miðnætursýningum, gerum bara bara stóran koncert búin til kór og leikfélaginu og tökum bara Laugardalshöllina og seljum út eins og MA kvartiti gerði þeir seldu út og við bara svo vorum krakkar með fötur við dyrnar þegar við fulla Laugardalshöllina og svo var þetta gert þetta svo vel þess að við gerði bara sjónvarpsupptöku og plötu þá í leiðinni og það meiri segja til sko sjónvarpsþáttur en hljóð það er kannski alveg nóg nú gengur allt út á podcast. Þetta verður flott Grettis Einar að flytja Gretti. Já, þú segir nokkuð. Það er það er sko 2 alveg mögnuð
verk að koma upp hjá mér. Hann verður náttúrulega áfram núna, hann Reynir, fram í miðjan september. Síðan kemur Jón Gnarr með Völuspá. Hann er búinn að gera það einu sinni hjá mér. Hann var að útskrifa sem í leikhúsfræðum frá Listaháskólanum og loka verkefnið var að syngja alla Völuspá. Hann gerir það alveg rosalega magnað. Alvarlegt, hann fer alveg í algjöran trans. Það myndi við mest bara þegar ég var í hérna við athafni hjá Maya-Indjónum í Mexíkó. Alveg bara... og Hilmar Örn spilar undir hjá honum og hérna og Páll á Húsafylli með steinhörpuna og þetta er mjög magnaverk. Já, en Grettir, þú kemur að því þegar þú ert fenginn til að leika Gretti. Já. Varst ekki að tissa á því? Jú, já, bara Stefán Baldursson, ég finnst þú passa best í þetta. Og þetta var dálítið töff, sko. Ég var svona vel yfir því sem ætti að vera mín kjörþing, en sko þetta var svoleiðis dansar og læti að ég léttist einhver 16 kíló, alveg bara var bara alveg tágrannur þegar upp að staðið. Þetta var náttúrulega feikilega gaman að kynnast Agli þannig, náttúrulega síðan erum við búin að vera miklu vinnir og Egill síðan unni með mér fullt af tónlist í leikhúsinu. Hann hefur unnið með mér Dampskipið Ísland í Nemendaleikhúsi, síðan kom hann með mér í Platanov og Vanja. Ég fór með tónlistina hans með þessi út til Svíþjóðar þegar ég gerði Platanov á Borgarleikhúsinu í Malmö. Síðan gerðum við saman söngleikin Eveluna. Já, síðan gerðum við með tónlist í Önnu Karínín í Þjóðleikhúsinu. Grettir hinn forni. Já. Og Grettir í dag. Mér fannst nú aldrei það væri mikið sem að þeir ættu sameiginlegt. Annað en gæfa en gjörfuleiki er sko eitt af máltækjunum úr Grettirsögu. En það var engin gjörfuleiki sem var hugmyndin við þessum litla Grettir Björstabæðabíó. En hérna, hann var aldrei hugmynd. Ég var í ljósum og ranna með 16 kíló. Ég hef aldrei verið í fínu form á ævinni svo eftir að hafa eftir þetta leikrit. Þetta En sko var Grettir sem þú leikur, var hann svona hugmynd það hvernig þessi forni Grettir hefði ekki orðið ef hann hefði væri í nútímanum? Ég held að þegar að fari svolítið á stað með þá hugmynd. Já, að færa hann nokkrar aldir. Já, en svo bara fór sagan að lifa sínu sjálfstæða lífi þegar fór að skrifa. Þannig að mér finnst ekki vera mikil parallela þarna á milli, sko. Nú sá ég ekki söngleikin. Nei, þetta var bara fellega skemmtilegur grínaktugur söngleikur alþýðu fjölskyldu í Reykjavík. þar sem að strákurinn er gerður á sjónvarpsstjörnu og verður allir fara að elska. Það er ekkert síkt í Grettisögu, þvert á móti, hann er útlægur frá öllum mönnum. Já, en samt svolítið skrítið með Grettisögu að hún er nú eiginlega þekktast á vinsælsta saga Íslendingasagna. Er það? Í dag, já. Já, ok, ég náttúrulega þarna sko er ég einhvern veginn Egil sagði fyrir alltaf verið algjörlega uppáhaldsagan mín, enda leita ég upp í Borgarnes með hugmyndunum landað og hérna og mér finnst hann sko Egill er svo ofsalega geggjaður sko. Grettir er svona bara venjulegu maður í mótlæti, svona er samt í svolítið yfirstærð. Egill er það sem eins og Halldór sagði yfirstærð persónuleika í bókmenntum eins og stóru karakterinir í rússnesku bókmenntunum á 19. öld, þeir verða til í samfélagum sem eru á mörkum menningar og villimennsku. Egill er verulega á mörkum menningar og villimennsku. Já, nei, en Grettissagan þessar þrjár sögur, það er ekki hægt að bera það saman og þeir Grettissaga, Njála og Egla, þær er náttúrulega standa algjörlega upp úr Íslendingasögunum. Já, en sko Grettissaga virðist samt einhvern veginn, ég veit ekki af hverju, en það eru svo margir sem kenna sig einhvern veginn við hana. Já. Sem sko, hann
hetjuna. Já. Já, þannig að ég bara hugsa sko að því að söngleikir voru rosalega vinsælir. Svo Þeir eru það ennþá. þeir eru það ennþá, Núna þá verður nýju líf í Borgarleikhúsinu, Já, söngleikur Bubba Mortens. Það er sko, já, Þeir- en það er nútíminn, akkurat nútíminn. já. En ég meina, allir þessi Borgarleikhús er búið, Mary Poppins, Bill Elliot, er búið að vera Mamma Mia, endalessi flotti söngleiki búin að vera í Borgarleikhúsinu. Þeir gera sig mjög gæt. Já, en það er ekki svona fornt efni. Nei, þú ert að minna það. Já, Nei, þetta var bara tilvitun í fornefni, en í raun og veru var þetta nútíma íslenska sögu og það hvernig margur verður að aurum api. Þessi fjölskylda var algjörum vitlis sem að pappin breytist í apa já. í sögunni. Segð mér aðeins meira frá því. Og þessi hugmynd, þetta er, þjóðfélagið í dag er svolítið svona apa þjóðfélagi. Já, það er að siglega það horfið aftur sem náttúrulega við fengum heldur betur á kjaftin þannig að 2008 með hruninu Já. og en það er nú annar svona skellur á hinn vangan náttúrulega þetta COVID búið að vera svo leikhús þetta er alveg svakalega erfitt að búin að vera með lokað í 1,5 ár fólkið á launum og Já, en það er bara eitthvað sem gerist. Já. En nú á að opna á allt. Já, þetta var hluta því sem var hjá mér í gær, ég var með 70 manns í gær á loftinu, í staðið vorum bara alltaf með 50 í vor þegar þú kemur að hlusta. Allir með grímu, já. Ég er í því að afgreiða þarna niður í mjög mikið, sko. Ég, eins og ég var að segja, það var mikið af gamlu skólabræðurum sem voru á sýningunni í gær. Læknar komnir á eftirlaun, vinir Reynis Tómasar og einhver var að spyrja hvort að ég ætlaði ekki að fara að taka það rólega. Ég sagði nú full sent að fara að tala það við minn núna. Jafnaldarnir fóru á eftirlaun fyrir 10 ár síðan. Við getum sagt okkur kall og kettlingu hér í landbúnaðarstofnun, við erum fangar eigin velgengni. Það er bara, við lostum ekkert út af þessu, hver á að taka við, það þarf alveg sérstaklega þekkingu, bæði að hafa góð sambönd við listaheiminn og vera mjög áhugasamur veitingarekstur og náttúrulega vel að sér í bara rekstri yfirleitt sem að... Nei, og svo þetta sem fer fram á loftinu. Já, það er að tala um tengingu við listaheiminn til þess að það verði. Og það er náttúrulega spes. Já, það er mikið spes og það er náttúrulega, það er mikið gæfa, það hefur byggst upp traust á meðal, fyrst þurfti ég virkilega að hafa fyrir því Benni Elni segir ég var beðin að gera Mr. Skallagrinsson, hvaða rugl er þetta? Það er nógu erfitt að gera eitthvað einn í leikhúsi í Reykjavík en að fara, menn þurfa að fara að keyra út á landi og horfa á einn kall, þetta er bara helvít svittlisa. Nei, Benni, þú ert svo mikið séni, þetta verður gott. Og það var líka fólk. Já, og þá náttúrulega Brynhildur sá hvað hann var góður, þannig ég þurfti ekki mikið að tala hana til að gera brák sem kemur sem framhaldi. Þau bæði fá grímuna, bæði sem besti höfundar ársins og besti leikar ársins. Benni 2007 og hún 2008 og þá er búið að leggja svona rosalega gott orðspor fyrir loftið. Svo kemur Einar Kárason og hann er þessi flotti sögumaður og upp úr því þá fara allir höfundar að taka þátt í þessu. Ég sko segja alltaf við höfundarna, ég vil ekki að þú lesir upp úr þín verkum, ég vil að þú segir þín verk. Bók, ég segi þetta svona til að stríða rithöfundunum, bók er bara ómerkilegt millistykja milli tveggja manneskja. Best er að henda bókinu og þú segir það þínar hugsanum við fólkið og þeir segja þeir bara þetta sem erfitt ég get ekki fara að læra þetta saman. Læra þetta, þú kannt þetta bara 2 daga, þú lást yfir þessu einu sinni þín hjartablóði að byggja upp þennan texta. Slíkan texta er maður mjög fljótur að læra, auk þess máttu breyta honum eins og þú vil af því að þú ert höfundurinn. Og það svo bara þetta hefur verið hjá Guðmundur Andri, Þórarinn Eldjárn, Vilborg Davíðsdóttir og svo framvegis. En í tengslu við það, hvernig þín mynd af Gretti sko þegar söngleikunum sett upp,
hvernig er þín mynd af Gretti sem söngleikurinn lauslega byggður á? Hann er saklaus hjartarhreinn kjáni, sá sem ég var að leika, sem að er farið illa með. Hann er meira fórnalamb meðan að þessi er alltaf upphafsmaður einhverja gjörninga sem verða náttúrulega leiða til ills. Þannig að því miður ég get ekki bent á, sko, ég hafi fengið eitthvað úr Gretti hinnu sterka til að hjálpa mér að leika þetta hlutverk. Þetta bara gekk rosalega vel, þetta segja það. Já, hvað, margar sýningar? Það voru, ég ekki hugmyndum það. Þetta var bara heill vetur, Já. Svo var það bara búið. Ég get sagt þér eina gamansögu sko, Grettir ef þú vilt af sjálfum mér. Já. Hún var kannski, atvik sem var kannski til þess að ég svona eiginlega hætti endanlega að leika. Nei, sko, ég átti að vera mikið nakin á sviðinu. Það var svona atriði sem verið að taka við sjónvarp hann er nakin og búnar og ég var ekkert feimið við það nema ég sko litarháttunum var með svona svo blá hvítur ostur sko ég verð að fá lit ég get ekki verið svona sko talaði við sminkið þú bara við sminkum þig bara brúnan nei það þýr ekkert ég svitna svo svakalega það fer að mér þessu skot prófaði það á æfingu einhvern tíðan 2 vikum, 3 vikum fyrir alltaf, þá segir einhver stúlka það komið eitthvað alveg nýtt til Ísland sem heita ljósalambar þetta var 1980 og þeir eru bara til jazzballetskóla Bárum það er til svona ef þú ferð þar já en ég brenn þegar ég fyrir ljós nei þetta er raun fólk brennur ekki það er bara að vera brúnt wow. Talaði við þau ég heima hjá mér hringdi í jazzballetskóla Bárum og sagði er það rétt að maður brennur ekki í þessu lempu? Nei, það er hægt að koma á hverju degi? Já, sko ég var nefnilega frumsýningu með aðalhlutverk eftir 2 vikur ég verða með að fá lit, já, það gengur nei, ekki á sunnudögum nú okkur, nei, þá eru kallatímar og þá segir hún þetta sem hún líkur heyrðum og segir, já, ég er kallmaður ég er svo bjartur í röddinu það ég held að þetta er bara kelling að tala já, ég er kallmaður